ég var að koma heim, 10 fréttir voru að koma út, svolítið harkalegt week en ég er enda bearish. Ef við óðum bara 15 minna tæfri með snöggast þá sjáum við að Trump tariffs gerði harkalegt drop og við erum enda með ófyllt fyrir value gaps sem að það er akkurat það sem ég vil sjá. 5 minna timeframe lítur alltaf lægi, ég meina við erum með buy side liquidity hérna fyrir ofan sem að við erum erfiðleika með að brjóta og það er akkurat svolítið það sem ég vil sjá. Standard deviation er eiginlega búið, ég reyndi að shorta hér eins og þið sjáu, ég er með fyrir value gapina en ég var stoppað að break even þannig að ég hætti að skoða charts en þetta lítur allt svolítið út fyrir að vera bearish. Hins vegar er dailyið búin að droppa það mikið frá toppi til tower, hvað er það mikið? 6% en við erum mjög nálægt þess að mínus 5% á market daily og þegar það gerist þá lokast á öll trading platforms. Þetta er nice drop hérna, kannski getur ég endara hér. Þið sjáu að við erum með SMT hérna á milli IS og NQ þannig að 85 tick tradeið mitt verður kannski svona ef við komum tilbaka þar að segja. Þetta er svolítið búið að vera þannig dagur að við svolítið bara förum upp eða förum niður eins og við sjáum, þetta er bara allt niður og allt upp. En já, low of day draw. IS tók sell side liquidity internal sem er alltaf lagi. Þegar það tekur external þá byrja ég svolítið að loka trade með að hætta að skoða shorts. Það er non-farm payroll á morgun, Paul er að fara að tala á morgun þannig að ég er ekki hissa ef þetta verður svolítið bara eitthvað range þannig að daily eða today's low, sem sagt pre-market low er eiginlega eina dráðið mitt. Ég vill ekkert sjá þetta fara niður það er eitthvað sem ég þarf ekki, meina ég. Þannig að já, ég ætla að opna trade weights snöggast og gera svona eða frekar svona og fyllt þarna og svona og svo setja stopp. Hvar er það? Cirka about hér. Ekki. Þannig að ég ætla að byrja að svona hérna cirka. Já, þetta er rétt. Og já, ég vil sjá harkalegt push núna, þú veist bara full blown. Þetta er svona. Þetta er svolítið solid draw fyrir mig, sko. Þetta low, ég held að það sé svona meira nóg fyrir mig. Ég er að fylgjast með IS eins og er. Þannig að, já, shorts er alveg feitt clear fyrir mér. Ég ætla svolítið bara að taka þetta af. Ég ætla að gera þetta bara svona. Bara 3 micros, þannig að við erum að riska í lengu. Við erum að riska svona $400 eða eitthvað slíkt, já. Það er alltaf leið að koma aftur tilbaka. Það er í lagi mín vegna.
Mér langar bara eiginlega að það fara ekki fyrir ofan sem sagt þennan breakablokk. Ég vil ekki að fara fyrir ofan það. En annars mín vegna má það koma alveg inn í hann og alveg nokkuð djúpt inn í hann, bara ekki fyrir ofan hann. Ég ætla þá að setja bara alert cirka hér, svona, og loka. Ég er svolítið bara að fókusa á 1,5 í dag út af því að Powell er að tala á morgun. Riska minna error, minna risk to reward, riska minna. Við erum inn í makrotíma, þannig að ég vil svolítið þetta klára innan við næstu 2 mínútur. Perfect tappa mín threshold. Ef að þetta kerti lokast fyrir neðan þennan gæði hér, taka bara þetta í byrstu. Ef að þetta kerti lokast fyrir neðan, hvað price er þetta? Fyrir neðan, já, svona 909, þá ætla ég að múa stoppmate hingað. Því að þá eru að koma swing eða intermediate term high. Og það er eitthvað sem ég vil ekki sjá brotna. En það er bara við lokum, þú veist, fyrir neðan þetta price. Þá vil ég kannski svona loka cirka bát, þú veist, hér eitthvað staðar, hérna niðri. Vist að kertið opnaðist eila þarna, þá langar mér svolítið að draga þetta nær. Svona cirka. Þannig að núna erum við að riska 50 ticks og það er svolítið perfect fyrir mig, sko. Þá er ég bara að stoppa og re-entra eða hvernig sem það verður, sko. Ég lóki fíla ekki hversu hæg við erum að koma okkur neðar. Klukkan er sko 10:10, þannig ég vill að þetta fari bara núna, sko. Ég vill að við byrjum bara að inversa alveg þetta. 2 mínútur viðbót cirka. Fyrir 10:15. En já, ég vill, ef þetta kemur hinga niður, þá vill ég svolítið, með svo, hvað er bröðstúl? Hinga niður, þá vill ég svolítið bara eiginlega koma mér út, því að ég þarf ekki low of day. Powell talar á morgun, non-farm payroll, tariffs voru í gær. Maður vill ekkert vera eitthvað að selja lengi inn í treytum, sko. Ég ætla að break even núna, við erum búin að fylla fyrir value gapið. Svona. Ég þarf bara örlítið meira. Örlítið meira. Ég er nefnilega að skoða þetta hér. Þetta er svolítið það sem ég fíla ekki. Kemur eitt gott dump, aðeins meira, þú veist, svona hér cirka, hérna inni. Come on, aðeins meira, örlítið meira.
klára þetta bara, please. Þarna. What a trade. Þetta var trade sem að ég þurfti til að klára þessa reikninga. Þannig að very well played, very good. 3 dagar, 3 trades, 4 trades takkilega, ég tók 2 í gær. En já, ég heiti Ásmundur Ari, betur sem gott að pissa. Takk fyrir mig.